Sæl, gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur á þessum ágæta desemberdegi við Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæll. Blessaður. Andri Jónsson heiti ég og hlaðvarpi söguskoðun hlaðvarpi sögu og sagfræði þar sem við ræðum málin og tökum stöðuna, köfum á dýpið stundum. Já. Og þetta mun vera þáttur númer 75. Já. Og í dag ætlum við að tala Austurríki. Á öllum stöðum. Og ekki bara hvaða tímabil sem er. Nei, við ætlum að tala Austurríki á millistríðsárunum. Já. Stórmerkilega saga. En áður en við tölum það, þá kannski rétt aðeins að við tökum smá housekeeping með podcastið. Við erum náttúrulega svo glöggir hlustendur á að teki eftir svolítið langt síðan við komum hér saman. Við erum búin að þurftum að taka úr smá frí frá hlaðvarpinu í nokkrar vikur en við erum nú komnir aftur og við ætlum að reyna að halda ótrúðir áfram. Algjörlega. Yfir hátíðarnar og fram á nýjárið. Já. Það spurning, við erum aðeins búin að vera að ræða svona skipulagsmál í hlaðvarpinu og getur verið að við förum kannski aðeins að skoða hvernig við gerum þættina upp á að reyna að mögulega að þeir komist hraðar út. Þannig að það er ekki ólíklegt að það verði einhvers konar breyting á því hvernig þættirnir verða settir upp hjá okkur. Við erum líka þau sem eru ennþá að hlusta frá upphafi hér hafa tekið eftir að við erum búin að vera að babla hérna í hálftíma. Já. Og erum að byrja þáttinn núna þannig að þeir hlustendur sem að vilja hoppa bara beint yfir í eldheitt content geta hoppa bara beint yfir í byrjunum og þættunum og mér finnst að vera ákveðin svona, ef við vorum að tala þetta getur verið ákveðin leið til þess að láta þættina standast kannski aðeins betur tímans tönn með því að skilja svolítið á milli þegar við erum að tala bara hvað við vorum að gera í sumar og eitthvað svona sko. Já, ég mitt, það eldist mjög fljótt. Það eldist illa. Já, það er einmitt það. En við ætlum að skoða það betur. Við erum líka búin að vera aðeins að svona auka aðeins við okkar viðveru á öðrum miðlum, búin að vera aðeins að pússa upp eða aðeins að gera upp YouTube síðun okkar, búin að setja út nokkra þætti, leggja út nokkra þætti þangað fyrir þá sem hafa áhuga að lusta á þættina þar og við munum líklegast halda áfram að gera það að nýjir þættir munu einnig komað þangað og getur vel verið að við munum nota þann vettvang eitthvað meira. Hingað til höfum við náttúrulega notað þennan vettvang til að birta myndbönd af þáttum þegar við höfum komið saman í ein persónu sem hafa nú ekki verið margir. Nei. En aldrei vita nema að það veri eitthvað meira að gerast þar, þannig að við hvetjum hlustendur til að fylgjast vel með því. Algjörlega. Allavegana, Austurríki, hvað ætlum við að tala um þetta, Ólafur? Já, ef við erum að setja svona einhvern ramma utan um þetta, Austurríki þá, kannski svona frá loka árs 1918 fram til 1936. Þetta er svona þessi millistríðsár og staða Austurríkis þar. Það er alltaf áhugavert fyrirbrigði að Austurríki er alltaf fer frá því að vera þarna eitt af svona þungamiðju ríkjum Evrópu. Ekki kannski, við jafnvel tala um að það séu stórveldi ákveðnu leyti. Austurríki var ríki með 20 milljóna manna og náði náttúrulega frá þá Austurríki dagsins í dag allt suður eftir til það sem í dag er Króatía, Bosnia-Herzegovina og allt austur til Úkraínu. Það var feiki stórt ríki að nýmið Evrópu.
það var svo sérstakt og þetta fer frá því að ég mann rétt hvort þetta voru á bilinu 40-50 milljónir sem byggu í Austurríki Ungverjalandi Já, sem fyrir heimsstyrjöld náðu ekki upp í 50 milljónir Já, heldur að hafa verið eitthvað þannig og allt í einu leistist þetta allt upp eftir fyrir heimsstyrjöld og allt í einu var þarna eftir bara eitthvað sko lítið austurískt ríki sem var hvorki fuglinn fiskur með manstu hvað voru margir, 7 milljónir, 8 milljónir ég held að hafa verið eitthvað kringu það og þá með sko Vínarborg sem var hvort að íbúafjöldi í Vínarborg var ekki allan 1 milljón ef ekki rúmlega það þannig að sko allt í nástu líka þetta með sko alveg ofvaxna höfuðborg sem var þá gömul höfuðborg stórríkis sem núna allt í einu var bara höfuðborg eitthvað smáríkis í mið-Evrópu og það var náttúrulega líka erfitt náttúrulega fyrir rosalega marga það var náttúrulega margir sem höfðu verið til dæmis að stýra þetta þessu ríki verið að vinna sem einhvers konar vinna bara í bjúrokratíunni eða bara í hernum eða vinna í flotanum og allt í einu var þetta engin floti Já þannig að það var allt margt svona sem var voðalega sérstakt fyrir þetta ríki og mjög erfitt fyrir austuríkismenn síðan að finna þá ný einkenni pluss það að þetta gamla keisaradæmi þá Habsborgarnir sem búin að stýra þessu ríki frá því á miðöldum var líka, hraktir og brott og allt í einu var þetta líka þetta litla ríki allt í einu orðið að lífveldi Einmitt Já, þetta alveg stórmerkilegt en síðan ertu þetta með inn í því að því að sko þeir deildu þessu rauninni bara upp sko þetta Austurríki sem var stofnað þarna 1918 Karl Renner sem var þessi sósíaldemókrati sem er svolítið kendur við þetta sem var fyrsti kanslari þessa ríkis þetta hét sko Þýsk Austurríska lýðveldi eða Republik Deutsch Österreich Já og þú veist, einhvern veginn hugmyndin á bakvið þetta er bara rauninni skilur, þetta eru bara þjóðverjarnir í Austurríki sem eftir eru af því allir hinir eru búin að fá sér þjóðríki þannig að með í þessu þetta ertu líka með Súdetahéruðin og önnur héru Suður-Tíról sem þeir áttu eftir að missa seinna held ég eða hvort, nei það var nú kannski búið að fara held ég og ég sé hérna, það stendur hérna að það hafi verið 3 milljónir sko sem að byggu í bæheimi sérst í Súdetahéruðunum það sem að þeir síðan þegar þetta ríki sem var stofnað 1918 var lifði runni bara í 1 ára því að síðan er það ríki runni lagt niður og komið ný stjórnarskrá lýðveldisins Austurríkis sem er með þau landamæri sem Austurríki er með í dag það er að segja ekki með Súdetahéruðin með þá er sérst búið að setla þetta að sérst Súdetahéruðin verði í Tékkóslóvakíu þá er það sko hvað er að tala þá sko Austurríki sko þetta voru 6,5 miljón sem bygguðu þarna sínst mér hérna á þessum tölum sem ég er með hérna á skjánum hjá mér þetta er svo fámennt en það er einmitt það sem er svo áhugavert við að þetta fer það frá því að vera þetta stór ríki og allt í henni eru standa Austurríkismenn þá í Austurríki sjálfu bara uppi sem sko smáþjóð, það sem er svo sérsagt þetta líka náttúrulega að sko Woodrow Wilson, forseti Bandaríkjanna var náttúrulega búin að setja fram þessa 14 punkta sína og tala þennan sjálfsákvörðin rétt þjóðir myndi ráða sjálfar hvert þær færu og það er áhugavert að sko meirihluti Austurríkismanna vildu þá sameinast Þýskalandi og vera hluti á stór Þýskalandi og það auðvitað var skotið niður það því að menn náttúrulega horfðu auðvitað fram fyrir því að sko Þýskaland eftir fyrir heimsstyrjöld þarna voru þjóðir búin að tapa og þrátt fyrir það þeir eru búin að tapa ákveðin landsvæðinum þú veist þeir eru búin að tapa búin að afhenda Dönum ákveðin landsvæði Frakkar voru búin að taka Elsass-Lothringen og Pólland var búin að færa lengra til Pólland var búin að stopna þá og svona þannig að vildu menn ekki samþyggja það að þeir myndi fá Austurríki því Austurríki sjálft var það stórt að það myndi bæta upp fyrir allt það tap þá bæði í landi og mannafla þannig að Austurríkismenn voru þá þvingaði til þess að stofna þetta eigið ríki sem Austurríkismenn vildu ekki svona ýmsuleiti Nei, og þú sér það sko í friðarsamningunum sem eru gerað við þessar þjóðir eftir fyrir heimsstyrjöldina sem að bandamenn að láta það skrifa undir sem að er Versalasamningur við Þjóðverja og Sankt Germain
Shermain eða hvernig sem það borið fram samningunum sem austuríkismenn skrifuðu undir þar þetta bara nefnt sérstaklega sko, bara sérklausa þetta að fyrir Þjóðverjana að þeir ættu að virða sjálfstæði Austuríkis og mættu ekki sameinast þeim og Austuríkismenn mættu ekki leitast eftir sameiningu við Þýskaland. Pointið með þessu þetta var að veikja Þýskaland eða halda Þýskalandi veiku. Já. Og það var auðvitað alveg, já, eins og þú segir, áhugi fyrir því hjá þessu fyrsta ríki sem stofnað þarna, svona kannski að ykkur leiti bara með það fyrir marki að sameinast Þýskalandi. Já. Þetta þarna Deutsch Österreich. En síðan náttúrulega þetta eins og þú nefndir áðan, ég menna, þú veist, með þessa reisastóru höfuðborg sko, sem ég menna hugsaði með alltaf skrifstofurnar, maður ráðuneytin, allt stjórnsýslu apparati sem hefur verið þarna skilur hanna til þess að stjórna 50 miljón manna ríki. Nákvæmlega. Núna bara með einhverja, þú veist, 5-6 miljón manna ríki. Já. Og auðvitað náttúrulega var Austurríki eftir stofnun sko á millistríðsárunum sko og kannski auðvitað svolítið í takt við svona efnahagsmál eins og þau voru að þróast annars staðar í Evrópu náttúrulega gekk mjög illa efnahagslega og kannski sérstaklega þarna vegna þess að svona svo hlutfall á milli sko þú veist iðnaðar og landbúnaðar var ekkert svona eðlilegt með að við ef Austurríki hefði alltaf verið af þeirri stærðagráðu sem það var svo til dæmis það var mjög lítið ræktarland þarna og var algjörlega háð innflutningi á öllum landbúnaðarvörum býst ég við og eins og við höfum áður rætt náttúrulega hvernig Austurríki og Ungverjaland var náttúrulega bæði var Austurríki og Ungverjaland náttúrulega kannski svolítið seint til að innvæðast og gerði það svona kannski seint og illa en líka þegar að það gerðist að þá var það auðvitað innæðurinn fyrst og fremst í vesturhlutanum eða í þessum austuríska hluta. Það var einmitt svo mikið vandamál líka eftir að þetta leistist upp og allt inn og komið þetta landamæri að til dæmis þú líka sé þetta eins og með Þýskaland að kannski kólnámurnar voru hérna megin við landamærin en stálverksmiðurnar sem notuðu kólin og kólanámurnar voru hinum megin við landamærin og náttúrulega þarna allt hínu varð til sko þetta Austurríki Ungverjaland varð að þá hvað var það? Austurríki það var þá síðan auðvitað Ungverjaland, síðan varstu með Júgóslavíu og þú varst með Rúmeníu og Tékkóslóvakíu og allt í nú varstu komið með sko fullt af landamærum sem auðvitað þá klöfu og splittuð upp allt í þessum sko framleiðslu einingum þú varst háður í að þarna keyptir hráefni og þessu hráefni vannstu svona og allt í komið einhver tollar og það var náttúrulega engin grundvöldur lengur fyrir framleiðslunni þannig að þetta gerði náttúrulega allt svo margfalt erfiðara þetta. Já, mér svolítið áhugavert samt eins og með bara eins og þú nefndir áðan sko, þú veist Habsborgara krúnan og þú veist hvað þetta eins og við líka áður nefnt þegar við talað þetta og þú veist hérna í bara öðrum samingjum einhvern veginn þetta er svo sérstakt einhvern veginn hvernig svona ég meina svona heimsveldirunni sem Austurríki var Austurríki Ungverjaland þú veist þó það hafi ekki verið þú veist það var að mörgu leyti sko til dæmis hernaðarlega vanmáttugt og svona þeirra komið inn að framleiðslu svona, en þú veist þeirra kemur að bara svona hlutverki á bara svona heimsviðinu þá var það algjörlega í hlutverki heimsveldis já og kannski ekkert ósvipaði svo við sjáum eins og með Rússland kannski skilur sem kannski veikt að mörgu leyti en auðvitað alltaf í þessu hlutverki sko já þó svo efnahagurinn sé kannski minni heldur en hjá hinum stórveldunum sem það ber sér saman við sko já. og kannski hernaðarmátturinn veikar, ég veit það ekki en við sjáum eins og með Austurríki Ungverjaland skilur að og það er auðvitað saga fyrir sig sem ég held að vera mjög gaman að tala sérstaklega til dæmis Austurríki Ungverjaland í fyrir heimsstyrjöldinni nefndið þú ekki einhvern tímann hérna það var mjög áhuga að vera hann eitthvað orusta þarna við Rússana þarna í fyrir heimsstyrjöldinni sem enginn veit Já, og orustanum þetta Galísíu sem hluti af Úkraínu í dag af því að þú veist, Austurríki í rauninni ekki að segja það sko að þeir hafa basically bara tapa stríðinu bara þarna strax sko bara hausti 1914 basically sko
Jú, það er bara það sem þessi bók sko fjallar, hún heitir The Fall of Galicia, fjallar það, þarna var svo mikið landbúnaðarsvæði til dæmis, að það misti Austurríki-Ungverjaland mjög mikið af mikilvægum landbúnaðarlandsvæðum sem leittu til þess að það eru mjög erfitt með að brauðfæða þjóðina. Já. Plúsu þetta bara tap í mannafla og búnaði og slíkt. Já. Að því þetta auðvitað svolítið merkilegt svona í nútíma samhengi að sjá þetta þannig skilur að þú veist, Þýskaland sko er stórveldi tapari fyrir heimsstyrjöldinni en auðvitað svona hjartað í Þýskalandi slær ennþá og þú veist og þeir ná að standa aftur upp á lappirnar og verða áfram stórveldi. Þú veist, rússneska keisaradæmið í rauninni tapar líka fyrir heimsstyrjöldinni, þeir gefast upp og missa mikið land og svona en hjartað í Rússlandi er ennþá þú veist megin landsvæði Rússlands er ennþá saman og þeir ná náttúrulega aftur að rísa upp og eftir fall Sovétríkjanna þá gerist það sama skilur síðan ertu með sko Tyrkland, Ottomanveldið og Austurríki-Ungverjaland sem einhvern veginn sem bara gjörsamlega brotna saman og er bara ekkert eftir og þá verður svo mikið tómarúm þar sem þessi lönd áður voru. En það er ekki svo áhugað, það er léttara fyrir okkur að sjá það í dag en þú veist, ok, ef við spólum núna fram í tíman og horfum við að setja í heimsstyrjöldina sko allan að fyrir okkur sem horfum núna tilbaka þá er það voðalega augljóst að ok, þú fjarlægir þetta Austurríki-Ungverjaland, þú býrð til tómarúm og býtu hver er að fylla þetta tómarúm, það er engin annar en Þýskaland að fara að gera það en það ekki tilvíðun síðan að Austurríki var innliman í Þýskaland, Ungverjaland var hluti af Öxulveldunum, Rúmenía og Búlgaría var hluti af Öxulveldunum, Júgóslavi er eitthvað að berjast á móti en þeir voru náttúrulega brotnir að baka aftur og lagt undir sig, þannig að þú veist allt þetta gamla Austurríki-Ungverjaland náttúrulega fjall bara undir. Það var bara hluti af Þýskalandi. En það voru þetta margir sem töluðu fyrir sko á millistríðsárunum, þú veist þörfina á þessu intermarum sem var svona þörfin fyrir sko eitthvað svona bandalag eða eitthvað svona kerfi af þú veist, ef ekki ríkja þá allavega bandalag ríkja á milli intermarum, það áttuð með sko milli Eystrasaltsins og hvað Adriahafs eða Miðjarðarhafs þess að Pólland, Tékkóslóvakía, Austurríki basically það sem Austurríki-Ungverjaland var til þess að vera sko mótpól á móti Þýskalandi og Rússlandi sko Einmitt. Og það er áhugavert að meira segja enn þann dag í dag að þú veist Þýskaland í raun og veru dominerar Balkanskagan. Svo er oft sagt dominist, ég meina þetta er náttúrulega þetta allt öll þessi ríki eru náttúrulega bara í viðtækus alþjóðlegu samstarfi efnaðarsamstarfi og hernaðarsamstarfi auðvitað á ég náttúrulega við bara þú veist efnaðarslega séð sko og þá náttúrulega er þú veist auðvitað ræði Þýskaland ekkert yfir þeim hernaðarlega séð en það gerðist strax auðvitað á miðjans á millistríðsárunum að því að Þýskaland er svo stórt sko iðnaðarríki og iðnaðar stórveldi að þá auðvitað sógust þessar þjóðir strax að Þýskalandi og þá þegar að Þýskaland á millistríðsárunum og sérstaklega seinni heimsstyrjöld vildi vera einmitt líka að sýna sinn hernaðarmátt sem Þýskaland gerir ekki í dag. Það er augljóst að þegar þú ert háður þjóð svona efnaðarslega séð þá verður að háða þeim líka hernaðarlega leið ef svo sem stýrir þessu sambandi þá vill það. Þetta er svo bara með heiminn í dag þú veist, Bandaríkin stýraði hvað Evrópa gerir veist, allar Evrópaþjóðirnar sem eru styðjallins Úkraínustríði það gera bara vegna þess að Bandaríkin múru segja ákveðstar okkar þið megi gefa þeim vopn, við viljum ekki gefa þeim vopn. Ef Bandaríkin hefði sagt nei við því þá væri enginn að senda vopn til Úkraínu. Einmitt. En það er reyndar annað sem ég ætlaði að segja á þannig tengstu Habsborgaríkið, það er líka bara svo merkilegt, það er bara svo stórt sögulegt sjokk auðvitað þegar svona ævaformt ríki hverfur af því að þú veist Habsborgara til dæmis ættin þú veist var á meðal elstu konungsætta í Evrópu og þú veist og þetta er í rauninni leifarnar af heila rómverska ríkinu sko. Já, algjörlega. Þetta ríki sko og er rosalega mikið svona prestige skilur sem að þú veist svona virðingarkapital sem að þeir voru bara að lifa á þannig að rétt fyrir heimsstyrjöldina sko. Já. Sterk tengsl við kátólsku kirkjuna og páfann og
og þú veist, gerð tilkall til titla eins og konungur á Jerúsalem og þú veist, allt miðalda báknið sko, og miðalda svona menningar, virðingar, kapitalið líka lífði náttúrulega alveg sko, já, góðu lífi hjá Habsborgurunum. Þetta svo að segir forn miðalda fjölskylda. Já, en síðan gerist þetta og þessi pangermanismi sem svona þessi svona hugmyndafræði, svona þjóðurnisleg hugmyndafræði í Austurríki sem að snýst náttúrulega að þú veist, sameinast Þýskalandi þá. Það var auðvitað ekkert ný hugmynd. Nei. Hún hafði auðvitað alveg verið til áður en náttúrulega kannski næri ekkert að vera neitt upp á yfirborðinu sko, þú veist, á tímum Habsborgara ríkisins. Nei. Og þá sko kemur þessi pangermanismin, þessi þjóðnisíkja, þetta er mér ofta sagt, þú veist, það er þjóðnisíkjan sem að eðilega Austurríki Ungverjalandi hafa með stundum sagt. Já. Að því að þú veist, þetta var orðið, þú veist, það var orðið svo sterk þjóðnisíkja hjá öllum slavnesku þjóðunum sem voru innan borðs. Og síðan sko þegar þetta hreinur þá var ekki mikið sko, þetta eitthvað það en það er ekki neitt sterkt ákallum eitthvað að fá keisaran aftur skilur eða fá aftur þú veist, heldur verður þessi pangermanismi svolítið svona ofan á. Já. Sem svona aðalstefnan þarna í Austurríki eftir stríð. Það er satt áhugavert, ég var að lesa hans, las nokkra bækur í tengslum við þetta. Já. Og ég veit ekki alveg sko, mér finnst mér mjög erfitt að reyna að dæma það hversu sterkur var stuðningunum við Habsborgarana eða ekki. En svona sumar sem bóku sem ég var að lesa allan í að sterklega að því að það hafi verið töluverður stuðningu við Habsborgarana. En engu að síður, þú veist, Habsborgararnir börðust fyrir því að komast aftur. Og hann sem var réttborinn erfingi var útlægur og var gerður útlægur og hann mátti ekki snúa tilbaka nema hann myndi þá gera hvað kallast það, afkall til titilsins, myndi afsala sér titilum og hann vildi það ekki. Nei. Þannig að sko synir Frans Ferdinandar, þeir börðust fyrir því að Frans Ferdinand? Já, þeir börðust mjög fyrir því sko að réttborinn erfingi, hérna ekki Otto Habsburg Jú, var það ekki? Myndi sko snúa aftur og þeir, og sérstaklega sko eldri sonur hans, elsti sonur hans var að berjast mjög fyrir því. Það er dotti náttúrulega með núna hvað ég hétti, náttúrulega svo langt síðan ég las þetta, en þeir alltaf börðust mjög fyrir því. Þú talar syni Frans Ferdinand erkihertoga sem var skotin. Sem var skotin, já. Okay. Þeir börðust mjög fyrir því og sérstaklega sko eldri bróðurinn var mjög virkur í pólitík í Austurríki og það voru ákveðni kraftar sko í Austurríki sem voru að berjast fyrir því að endurreisa keisaradæmið og taka aftur við Habsborgurunum, en það gerðist aldrei, þannig að það er spurning sko af hverju gerðist það ekki. Litu menn svo á að það væri ekki nægur stuðningur í Austurríki. Að litla sem ég lesi það að ég gæti alveg trúa því að ef einhver pólitíkusinn, einhver stjórnmálamæður hefði tekið meiri sko áhættu og pröfuð að keyra það í gegn, að það gæti alveg verið að það hefði gengið. Þetta er eins og með rússnesku byltinguna, meirhluti rússneska bændarísins var í raun og veru stutti í raun og veru Rómanovana og keisarafjölskylduna. Já. En þú veist, menn voru svangir og borgarastriðið og allt skýtt og menn voru tilbúin að pröfa kannski hvernig þessi bolsjevismi myndi virka og ég held að Austurríki hafi verið svolítið þannig, þú veist, það var mjög skýtt óánægja almennt. Heyrðu, já, við getum alveg pröfa Habsborgarana aftur, ef það virkar ekki, jú, við getum alveg pröfa þennan nasisma sem er að gera það gott í Þýskalandi, já, kannski getum við pröfað eitthvað annað. Mín tilfinning er að fólk var voðalega mikið bara opið fyrir breytingum. Já. Það verið svolítið þannig. Það er nefnilega áhugavert hvað er nefnilega börn Frans Ferdinandar, sérstaklega það synir sem dótturnas líka, voru virklíka í öllu þessu og hvað þau tengjast líka Hitler. Því Adolf Hitler alveg sko fyrirlit Habsborgarna og hann hataði Austurríki Ungverjaland. Já.
og sérstaklega Frans Ferdinand vegna þess að það líka svo mikil kaldhæðni örlögana að Frans Ferdinand af öllum, að hann hafi verið drepinn af einhverjum serbneskum þjóðurinn sinna og að það hafi leitt til þess að fyrir heimsstyrjöldina brotist út því Frans Ferdinand vildi gera allt sem hann gat til þess að koma í veg fyrir annað stríð og að mjög hallur undir slafa að ýmsu leyti og til dæmis konan hans var sko tjekknesk tjekkneskri aðalsætt og það allir með svo liti til þess að hans, og að þegar hann giftist henni þá voru hans börn sko útskúfuð frá Habsburgarafjölskyldunni og útskúfuð frá réttur þá til þess að erfa til dæmis einhverja titla sem hann bar og svona að því hún var tjekknesk og það var það ljótt og það allir með að þegar þau voru jörðuð til dæmis, eða í kirkjunni þá þegar voru jörðuð að það var þannig sko að hans kista var aðeins hærri heldur en hennar kista þess að undirstrykja það sko að hann væri aðeins betri því hann var alvöru Habsborgari En Hitler hataði Tjekka líka alveg sko það hann var mjög slemt og það er auðvitað þess að við tölum þessi svona þjóðernis andstæður í Austurríki og Ungverjalandi þær voru orðnar mjög heitar og mjög miklar samber þetta sko og mjög erfitt til dæmis Frans Ferdinand ef einhver sem hann ég veit ekki hvort þessi ofstertan og tóraði fyrirlitin allan, hann var mjög í andstöðu við Ungverja til dæmis og það var ekki vegna þess að hann var svo kannski á móti Ungverjum í sjálfu sér heldur vegna þess að Ungverjarnir voru svo mesta íhalds báknið í Austurríki Ungverjalandi Ungverjar er náttúrulega Ungverjaland náði þó líka yfir Króatíu náði yfir Slóvakíu og svona og ungverski aðallinn var alveg íhaldsamur og þeir vildu alls ekki sko gefa neitt eftir þeir vildu ekki gefa Króatum eða Slóvökum eða Tjekkum sko neitt frelsi þrátt fyrir að þeir voru búin að vinna ákveðin sko sjálfstæði fyrir sjálfa sig þeir vildu þessum þetta Austurríki Ungverjaland og vildu alls ekki að það myndi vinda meir upp á sig því Frans Ferdinand var meir svo opinn fyrir því að reyna að búa til sko eitthvað svona sambandsríki ég var mjög mikið til einhvern veginn að taka fyrir Austurríki Ungverjaland bara taka sérstaklega þátt um það fyrirbæri endilega og gaman að fjallum svona fyrirverandi ríki sem eru horfin en ef við skoðum aðeins aftur Austurríki þessi áhugi fyrir sameiningu við Þýskaland mér finnst hann líka sko þegar ég verið aðeins að skoða þetta mér finnst svolítið erfitt að setja fingurinn á nákvæmlega hversu mikill hann hefur verið að því sko þetta voru þetta mismunandi flokkar hérna á þinginu sumir stóðu bara fyrir þetta þessi stærstu flokkar gerðu það ekki en eins og sósíaldemókratar held ég að alltaf verið svolítið opnið fyrir því hvort þið stóðu beinlínis fyrir eða ekki, manstu það? Ég stóðun ekki fyrir því en ég held að hluti þeirra voru svona alveg hluti þeirra sem kusu sósíaldemókrata voru opnið fyrir því en sósíaldemókratarnir sjálfur vildu hann ekki endilega en það var líka að þeir voru svo kaþólskir Sósíaldemókratar hafa þetta voru oft líka á millistríðsárunum alltaf svolítið svona alþjóðlega sinnaðir skilurðu ég meina svo til dæmis hérna á Íslandi skilurðu helstu svona norðurlanda sinnarnir og þessi voru svona mest vinnveitti dönum og svona það voru heilt alþjóð flokksmenn sko og þú veist þessi voru bakvið þarna í norræna félaginu og svona þetta voru oft alþjóð flokksmenn og svona einmitt en sko það voru gerðar hérna framkvæmdar hérna sko þjóðaratkvæðagreiðslur í 2 fylkjum eða héruðum og núna aftur svolítið langt síðan að við vorum síðan ég var að lesa þetta því við ætluðum að taka upp þennan þátt fyrir nokkrum vikum síðan en það var held ég í Salzburg getur það ekki verið og Tyrol eða hvernig sem þetta var í mann ekki það var voru allavega þjóðaratkvæðagreiðslur sem voru haldnar þetta mjög fljótlega eftir 1918 það sem alveg bara yfirgnæfandi meirihluti kýs að sameinast Þýskalandi þó svo þetta hef ekki verið neitt bindandi neitt sko, þetta hefur kannski verið meiri svo skoðanakannanir eitthvað álíka sko einmitt og þetta var alveg þú veist, ég held að þetta hefur verið alveg komið í sko, þú veist
þú veist, í menntakerfið og í opinberi umræðu og svona á millistríðsárum var þetta, eða þú veist, á fyrirhlutanum þá voru menn að agitera svolítið fyrir þessu. Já, og það líka svona skiljanlegt ef maður hugsa út í þessa þessa gömlu rætur, þessa ákveðna, ég veit ekki hvort við kalla þetta Þýskalands vanda, í þegar Þýskaland alltaf var svo lengi, það tók svo langan tíma fyrir Þýskaland að verða þjóðríki. Já. Og hvort sem maður líka betur að verða, þannig eru öll ríki í heiminum í dag eru þjóðríki einhverju leyti. Það bara standardmódelið, öll ríki eru þjóðríki. Svo getur maður skilgreint út að hvað þjóðríki. Og við erum með eins og Bandaríkina sem voru með svona þessi borgarlegt þjóðríki. Það skiptir ekki máli þótt sér frá Filippseyjum upprunanlega eða frá Írlandi. Ef þú flyttur Bandaríkjanna og tekur upp bandaríska menningu og talar ensku og ert bandaríska borgari, þá ertu tilheyrir þessu þá Bandaríkjónum, þá ertu bandaríkjamaður. Það líka þannig í Evrópu. Já, en þú veist, í Evrópu samt meira, það sé alltaf sterkari líka alltaf munur á ensku talar svona, hvað kallaði maður það, alltaf þú veist, nationalism og svona civic nationalism. Svona borgarleg þjóðernishyggja eitthvað, maður getur mögulega að kalla það sem slíkt. En þú veist, öll ríki í Evrópu náttúrulega eru í grunninn náttúrulega þjóðríki byggð á þá bæði, ef maður nota þá byggð á tungumálum, menningu, sögu og slíkt. Það veist, eins og í Noregi tölum við norsku. 1000 ára þjóðríki og náttúrulega öll ríki í heiminum í dag eru svona einhverju leyti. Það alveg rétt sko, og upprunalega þetta eru þessi, en til mér sé svo bara þetta bara hártóðan sko, en eins og bara svo með, þú veist, þegar innflytjendur voru komið til Íslands skilur á, þú veist, 8. áratugnum og 7. áratugnum, þá þurftu þeir að það var gerð svo krafa að þeir myndu læra íslensku og taka upp íslenskt nafn og svona sko. Einmitt. Á meðan sko, þú veist, í dag erum við ekki að gera þannig séð neina lagalega kröfu til innflytjenda að þeir gangist við menningu þjóðríkisins. Heldur bara að gera svo krafa að þeir sko aðhyllist þessi lýðræðislegu frjálslyndu gildi, þannig að þú veist, þannig sé rauninni eru þjóðríkin í Evrópu í dag byggð upp á þessum frjálslyndu gildum frekar heldur en menningu sko. Algjörlega, og það einmitt mjög áhugavert að það náttúrulega, þú veist, alveg bara spánýtt fyrirbrigði, þú getur verið með einhvern svona ríki. Já. Og þú veist, þetta alveg glænýtt í mannkynssöguna að þetta sé einhvern veginn sko paradigmin og standardin sem við höldum upp í dag, og þess vegna náttúrulega skilum maður betur eða mikilvægt að reyna að skilja það þá að þegar þú ert að tala þú veist, hvað Austurríki árið 1918, svona hugmyndir náttúrulega er ekki til, þannig að þá náttúrulega bara ennþá þessar gömlu hugmyndir, þú veist, það tungumálið, þú veist, það sagan, þú veist, það blóðið ef við notum það orð, alveg saman koma finnst það óþægilegt eða ekki, og þá náttúrulega var það þannig að meirhluti Austurríkismanna leit á sig sem þá eitthvað svona þjóðverja og vildi þá vera hluta af þessu þó þýska þjóðríki. Já. Þetta þess að líka það sem maður sér sko að það áhugavert að just núna hoppum við hans fram að þegar síðan Þýskalandi þá innlimaði Austurríki á sínum tíma þá var nú alveg megin þorri alveg sko yfirgnefandi meiri hluti Austurríkismann sem fögnuð því. Já, sko við höfum öll séð myndirnar af því þegar þú veist Hitler kemur á bílnum og allir eru alveg bara með blóminn og fánana og svona. Já. En svo þetta alltaf verið sagt sko, ég meina, þú veist, að hversu miklu leit þetta propaganda og svona. Ég held að það, þú veist, ég held að það fljótt að vera sammála það að þetta hafi verið mikil stuðningu við þetta. En auðvitað kemur auðvitað nasismin inn í þetta sem að auðvitað ekki allir voru hlindir. Nei. En sko, ef við skoðum aðeins nasismin sko, sko nasista sko hreyfingin í rauninni í Austurríki er alveg mjög gömul og hún er rauninni álíka gömul og nasista hreyfingin í Þýskalandi. Og ég veit ekki alveg sko, ég held að það sé mjög áhugavert að kanna sko, þú veist, rætur þessarar hugmyndafræði í Austurríki. Já. Vegna þess að sko, ég held að mér sé svo hugtaki þjóðernisósíalismi sko. Þú veist, það var farið að nota það í Austurríki sko fyrir þú veist, áður en nasistaflokkurinn í Þýskalandi kemur fram, þá er þetta ekki að segja að það hefur verið nasistaflokkur eins og við þekkjum hann, en hugmyndin sko að vera með sósíalisma sem er sértengdu við þjóðernið, að það var komið fram í Austurríki vegna þess að því að þjóðernis andstæðurnar voru svo stórar fyrir fall Austurríkis Ungverjalands. Einmitt. Að þá var verkalýðshreyfingin
að miklu leiti búin að klofna eftir þjóðurnis línum og það var búið að stofna skilur flokk sem að hét sko, þú veist, Deutsche Arbeiterpartei eða eitthvað svoleiðis sem rauninni sko þjóðurnis sósíalískur flokkur þannig séð sko, þú veist frá orðsins fyllstu merkingu sko. Og það mjög svo áhugavert eins og með Hitler ástæðan fyrir því Hitler barðist fyrir Þýskalandi í fyrir heimsstyrjöld þá svo að hann flúði frá Austurríki-Ungverjalandi og neitaði gegn herskyldu þar vegna þess að hans þjóðernishyggja var svo sterk að hann neitaði að berjast fyrir þetta fjölmenningaríki sem Austurríki-Ungverjaland og kaust á að berjast fyrir þjóðuríki Þýskaland og barðist þar og þjónaði þá með heiðri og vann til orðina og allt það en fremur líka til þess að segja, þú veist, þjóðveldin sósíalismin á okkur rætur þarna rekja og ekki minnst sko, gyðingahatri og gyðingaandúðin var gífurlega sterkt í Austurríki. Nákvæmlega og ég ætla einmitt að fara að segja það því að sko, mér langa að mitt að spá í sko austuríska rætur nasismans, af því að það oft svolítið spólaði yfir það kannski svona í bara svona framhjálöpi að þetta Adolf Hitler náttúrulega austuríkismæður, skilur Já, fættur upp alinn Já, og þú veist að maður stoppar að hugsa út í bara svona, þú veist, umhverfi sem hann að vaksa upp í þú veist, hann heimilislaus á götum Vínar situr hann alveg ríður og blótar og hatar þess að, þú veist, gyðingar sem einn allstaðar og þú veist Habsborgarna sem að vinna með þeim og allt þetta og þetta svona þetta umhverfi sem að hann kemur frá sko og hann alltaf kemur hann auðvitað til þú veist München og þú veist og það auðvitað önnur saga hvernig síðan nasistaflokkurinn verður til 1920 og svo kemur auðvitað hann og hefur mjög sterk áhrif á þann flokk bara hans persónlegu áhrif sko þau séu alveg svolítið sterk sko og fljótlega eftir að sko nasista hreyfingin komin að stað í Þýskalandi að þá komið systur samtök í Austurríki sko og þá það auðvitað hjá þeim á dagskráni að sameinast Þýskalandi og það bara hluti af þeirri stjórnmála blokk sko sem að á þeim buxunum sko einmitt En þetta var alveg rosalega sterkt gyðingahattur og við komum aðeins betur að því kannski eftir með sko hlut Austurríkis í seinni heimsstyrjöldina og helförun og svona en það auðvitað því ekkert að neita held ég að sko að þú veist, það ekki rétt hjá mér að þú veist, þessi antisemitismi hafi verið sko sterkari í suður Þýskaland og Austurríki heldur en til dæmis í Norður Þýskalandi sko Jú, en það líka hangir líka saman með því að það var svo mikið af gyðingum í Austurríki og þú sér það allir með salvi að til dæmis að maður horfur í Ítalíu og sko gyðingahatri var mjög lítið í Ítalíu og allir með Ítalíu eitt af þeim ríkjum þar sem að flestir gyðingar hlutfarslega sé að lifðu af seinni heimsstyrjöld og helföruna og því að Mussolini og fastatni drógu lappirnar eins og að gátu og hafði engan áhuga á því að taka upp einhverjum gyðingaofsóknir og það er áhugavert að í byrjun ítalska fastaflokksins voru gyðingar hlutfallslega töluvert margir eða hlutfallslega voru mjög margir í ítalska fastaflokknum en það hangir líka saman með að það voru lengi gyðingar í Ítalíu á meðan þessi Austurríki að sko þarna á millistríðsárunum ef mann rétt sko 50% öllum læknum í Vínarborg voru gyðingar og eins í Ungverjalandi Budapest 50-60% öllum lögfræðingum voru gyðingar þannig að sko gyðingar voru hlutfallslega réður ákveðnum stéttum og það heldur ekkert óeðlilegt því það ekki þannig raunveruleikin ekki þannig að menn séu hlutfallslega jafn margir allstaðar þetta eins og það horfur bara á skemmtæniðina í Bandaríkjunum eða íþróttir í Bandaríkjunum svartir ekki hlutfallslega jafn margir skemmtæniðinanum og þeir eru raunverulega í Bandaríkjunum það til dæmis að þú myndir horfa út frá bíómyndum í Bandaríkjunum horfa bara á Hollywood og allt þetta eða skoðar tónlist eða hvað það þá myndir maður ímynda sér að svartir var hlutfallslega margfalt fleiri heldur en raun og veru en þeir ekki nema 12% af íbúafjölda Bandaríkjanna
að minna og horfir eiginlega á, þú veist, hversu margir stórleikarar eru ekki leikið í Hollywood, Will Smith eða Wesley Snipes eða Morgan Freeman, þú veist bara endalaust bara flottum svörtum leikurum sem að gera það mjög vel, eða tónlistinni með fullt af tónlistamönnum sem að mala gull, bókstaflega og það er alltaf vegna þess að það þannig að hlutfarslega þá eru ákveðnir hópar sem kannski sérhæfa sig í einhverju eða gera það mjög vel í einhverju og þannig hefur við með gyðinga eða allir með Indverja í Suður Afríku og Kenya áður fyrir eða fólk frá Líbanon í Brasilíu og svona allir bjór í heiminum og fer til Brasilíu eða Mexíkó eða Kína stærstu heldur bjórmerkin þetta allt þjóðverjar sem stofnuðu þetta á sínum tíma það var 19. öld til dæmis og það var allir eins með Austurríki og Ungverjaland að gyðingar voru mjög áhrifamiklir og stýrðu ákveðnum stéttum eins og til dæmis læknisfræði tilviljuna Sigmund Freud sem var gyðingur og í geðlækningum og allt þetta og þetta náttúrulega var svo mikið mylla eða sett vatn á myllu nasismans og gyðinga hatara og gyðinga anduður og þarna sérðu hóp sem var að gera það gott að ýmsu leyti og þá náttúrulega kemur öfundin og hatrið og allt þetta Þetta auðvitað alltaf nefnt sko þegar vera, þú veist, útskýra bara gyðinga andúðina í Evrópu almennt sem var náttúrulega viðsvegar, ekkert bara í Austurríki en auðvitað var mjög sterk í Austur-Evrópu líka og í Frakklandi og Þýskalandi og annar staðar og þú veist, og það er alltaf sagt, skiluru hver er ástæðan fyrir þessu því að þú veist, okkur finnst þetta svo skrítið í dag að hattast svona í einhvern þjóðfélagshópi sko en þá er þetta alltaf nefnt að ég meina þeir voru ábyrjandi til dæmis í bankastar sem fjármálastar sem og svona Einmitt. Og svo ekki minnst náttúrulega fyrir til dæmis þennan upprennandi listamann Adolf Hitler sem ekki komst inn í listaakademíun í Vínarborg það var mikið gyðingum sem voru þar og þeir samkvæmt honum þá náttúrulega brúðu fyrir hann fæti þannig að það er allavega svona hluti náttúrulega líka sem spila inn í þetta og það er alveg sérstaklega áhugavert með þessi mikla gyðingaandu og það sjá Mendelheim alveg að það allir eitthvað sem hann lærði í Vínarborg á sínum árum þar og það er maður með fyrirmyndir sem einhverju borgarstjóra hvort það var ekki til dæmis í Vínarborg og öðrum svona stórborgum í Austurríki þar sem að sko orðræða Hitlers verið bara tekin beint frá þeim og þá sér maður einmitt sko þessar sko gömlu rætur gyðingahatursins og það er einmitt hlutaði líka þá haturinn í garð Habsborgarna því Habsborgarna voru sérstaklega að verja gyðinga sem endur áhugavert að það er endur evróst fyrirbyrð að það voru oft sko keisarafjölskyldar eða konungsfjölskyldar eða valdafjölskyldur einhvers konar sem voru oft að verja gyðinga sem ákveði minnluthóp og sér þetta líka til dæmis í hinu heila rómska keisaradæmi það voru furstar eða biskupar eða eitthvað slíkt sem var svona að halda verndarvæng yfir gyðinga gegn þá oft þá líðinum trilltum skríl eins og hann Alfíðu Krossferi sem var það var náttúrulega alveg sko en herru, Austurríki sko þessi nasistar sko þeir nefnilega, og við sjáum það þarna þegar fyrir að líða á 3. áratuginn og þá er það svolítið svipað og gerist í Þýskalandi að þú veist að það byrjar mjög illa efnagskreppa skilur þessi óðaverðbólga 1921-23 og þegar að það gengur illa þá er svona undiralda einhverja svona óanægju og þá sjáum við hennan pangermanisma og svona og svo koma þessi góðu ár á 3. áratugnum í rauninni svona svipaði sem við sjáum í Þýskalandi sko, það er gullaldar ár Weimar-lýðveldisins einhvern veginn þegar the roaring 20s og svona sem að endar síðan þetta með hvað heitir það 1929 kreppunni miklu já, og hún er ekki orðið sem ég var að leitað fjármálahruninu á Wall Street sem að kerir í gang kreppuna miklu og hún alltaf rammar mjög illa sko Austurríki og þá eins og í Þýskalandi eykst sko stuðningu við nasista og nasistar voru búin að sækja rosalega í sig veðrið
þegar kemur fram á 1930 nákvæmlega eins og í Þýskalandi. Nú getum við skoða líka kosningatölur sem sína, ég held að sér reyndar ekki margar frjálsa kosningar sem að þeir náðu að taka þátt í, en síðan kemur nefnilega að svolítið merkilegum atburði sem valdarán Dollfuss og Austurríki verður árið 1934 að svona einræðisríki, hálfgerðu oft kallað fasistaríki, sem svona kannski svolítið svona sögulegt fyrirbrigði sem áhugavert að taka þess á, og hvernig þetta þróast og hvaða hlutverki þetta hafði að gegna. Og hann Engilbert Dollfuss nefnilega var mjög áhugaverð einstaklingur mitt. Og mér varst nefnilega sérstætt sko, því ég var að veikja það áður en ég byrjaði að kynna mér það, og sá ég alltaf fyrir mig að Austurríki hefði verið bara svona eitthvað svona fasistaríki. Já. Og hann hefði verið einhvern veginn svona, ef ekki fasisti þá kannski protofasisti, en einhvern veginn svona fasistalegur. En ég verður að segja, ég að skipta svo skoðun eftir að ég byrjaði að kynna mér það, og mér sýnist þann Engilbert Dollfuss meira hafa verið sko einræðisherra auðvitað, en samt sko ástæðan fyrir því okkur maður getur kannski litið á hans fasta var meira svo að hann spilaði á kannski svona fasista orðræðu sem var vinsæl á sínum tíma, á meðan að í raun og veru var hann sko íhaldsamur kaþóliki sem vildi einhvern veginn halda á lofti svona, hvað að segja, svona miðalda hugmyndafræði þessi, hvað köllum við þetta á íslensku, svona gildi eða þannig, svona laug eins og það kallast á norsku, þessi félagsskapur iðnmanna sem var svona lokaður félagsskapur á miðöldum. Hvað kallast þetta? Gildi. Það gildi? Nei, ég veit ekki. Svona gild á ensku. Já, gildi, sko. En korporatismi yfirleitt hugtaki sem nota þessa Já, og hann spilar náttúrulega mikið á þessa miðaldahugmynd, hann sko með sko samblanda það sem að sko þeir sem eru vinnarlega sem múrarar eru líka að vinna með ríkisvaldinu sko, eru að hafa áhrif líka á það hvernig þeir vinna sem múrarar, eða að segja að þeir sem eru í verksmiðunni hafa líka eitthvað að segja verksmiðuna. Það ekki gengið sem öfgar svo kommunismin, þar sem að hvað við segja, það sem að tæknilega það sem að þeir segja að ríkið sem náttúrulega þá fólkið eigi verksmiðuna, þú veist, the means of production og allt það, en það einhvern veginn svona samspil á milli verkalýðsins og eiganda verksmiðunar og ríkisvaldins. Það svolítið þessi korporativismi. Sko, þetta var merkilega atburðarás og þetta er svona hálfgerð svona krísa líka, þetta er svona svolítið svo Weimarlýðveldið gekk í gegnum svona krísu líka sko á þessum tíma, svona kringum 1930 sem við sjáum þetta endar með valdatökuna nasista 1933. Vistu, og það sem að gerist þetta, fólk missir einhvern veginn svona trú á lýðræðið, þannig séð, og fer að kjósa þessa nasista sem að lofa gull og grænum skóum, nú eða kommunista sem að lofa gull og grænum skóum líka. Og bara þetta skjótinn sko í sumillu þessum iðnaðar borgum og bæjum, þá var líka sko 100% atvinnuleysi, það var bara sko geigvænlegt atvinnuleysi. Og Austurríkið var bara svolítið svipað upp á teiningnum, það var efnahagskrísa, nasista voru að sækja sér veðrið og þú ert með þessa tvo stóru flokka sem eru svona eins og gengur gerist í svona lýðræðisríkjum að skiptast á að vera í ríkisstjórn, það kristilegi sósíalistar og síðan sósíaldemókratar. Og Dollfuss sko tekur við í þessum kristilega sósíalistaflokki og svo gerist þarna atburðarás sem við þurfum kannski að fara í smáatriði í sko þarna 1934 sem að alveg magna hvernig hann og flokkurinn sko tekst sko bara einhvern veginn að leggja niður því að þingið leggur sjálft sér niður í rauninni. Það verður eitthvað svona stjórnmála krísa og menn ná ekki að vera sammála neitt. Nei. Og það enda með því sko að forseti þingsins einhvern veginn leggur niður þingið og svona, við þurfum ekki að fara í details í því, en basically það sem gerist að þingræði aflagt
og þeir koma með nýja stjórnarskrá, þeir sameinast svolítið, ganga svolítið svona join forces með þessum Heimwehr var svona öfgahægri samtök í Austurríki sem að voru vopnaðir og svona samtök sem áirunni svolítið svona hliðstæðu við Freikorps í Þýskalandi, þetta voru svona fyrrverandi hermenn, mikli þjóðurni sinnar, voru ekki Heimwehr einmitt nei, voru þeir það? Jú, margir en voru það. Já, þannig að sko kristileg sósíalistar, Heimwehr og fleiri flokkar, þeir sem sagt taka sér saman, stofna svona samsteypu flokk eða bandalag sem heitir Fætterlandische Front og kom með nýja stjórnarskrá 1934 eftir stutt svona sem hefur verið kallað borgarastyrjöld og koma á einræðisríki, einflokksríki, það er unni bara þessi föðurlands fylkingin sem að ræður ríkjum og bannar allar aðra flokka, bannar sko, það var enga fleiri kostningar og ég hef alveg séð því fleygt fram sko, til þess að ef það hefði verið kostningar hann 1934-5 þá hefði við séð í rauninni bara sama gerast eins og í Þýskalandi, að nasistar hefði bara hrifsa völdin sko með lýðræðislegum hætti, þannig að í rauninni sjáum við svona ákveð alternatív sko við Þýskadæmið hvað hefði gerst sko ef sko þessi hefðbundnu íhaldsöfl í Þýskalandi sem vildu ekki nasisma ef þau hefðu tekið sér saman og myndað eitthvað svona hefðbundi einræðisríki og banna nasista sko það er allir sem algjörlega og það er allir áhvertið sem meðan Dollfuss að hann alltaf var mjög móti nasismannum og það allir sem hann stóð sérstaklega allir í Austurríki það allir var sko andkaþólskan og andkristnin í nasistafloknum en nasismin samt svo flóki fyrirbrigði því sko þú varst bæði með nasista sem voru mjög andkristnir en þú varst líka með nasista sem voru mjög kristnir að einhver leiti hvort þið voru það mótmælendur eða kaþólikar en þetta er eins og bara með út í búið þetta saman með svona stjórnmálflokki í dag eitthvað sem kýs vinstri græna eða sjálfstæðarflokki eða framsókn eða hvað það er enginn sem er sammála öllu sem flokkur stendur fyrir nei en það er alltaf spurning sko hvað er þið tilbúin að semja eða gefa aðeins eftir og svo velur þann flokk sem finnst kannski vera svona skömminni skást og það stóðu náttúrulega mjög mikið í mörgum Austurríkismönnum þegar Austurríki-Ungverjaland náttúrulega líka var þetta gamla ríki sem náttúrulega hélt volum ekki kaþólskunni uppi héldun uppi þeim skilningi var sko verndari páfadæmis og verndari Vatikansins, verndari kaþólsku kirkjunar þannig að sko kaþólska kirkjan sá mikið þess að mennta starfsemi í Austurríki-Ungverjalandi rak skóla og slíkt og gerði það líka mikið í Austurríki undir Dollfussi og þetta er áhugavert að ég las bókuminn á Dollfuss það sem hann er sko bara dýrlingur, þetta er bara eitthvað þvílíkt mærðarrit það sem honum er lýst sem algjörum dýrlingi það sem hann barði svo hattramlega fyrir kaþólskuna mjög áhugaverð lesning og þá er einmitt þannig sko að þrátt fyrir að Austurríkismenn hefðu verið kaþólikar að þá náttúrulega þegar þú ert atvinnulaus þeir andum kirkjunni þín og svona andum trúna en þú ert atvinnulaus Austurríki er askoti skýtt lítið að tækifærum börnin er að svelta þá svona, herðu, þetta lýðræðistæmi er ekki búið að virka fyrir okkur já, þessi stórflokkar þeir eru bara búin að svíkja okkur í Þýskalandi er blúsandi uppgangur já, strákar, ef við kannski að prúfa þennan nasisma er eitthvað vitt í þessu mér tilfylgir að vera svolítið þannig já svolítið eins og sást líka bara í Íslandi eftir við erum ekki nasistar út á Íslandi en eftir til dæmis fjármálahrunið fólk fekku þetta, margir fengur náttúrulega voru mikið nóg af þessum gömlu flokkum og voru svona, heyrðu, við ekki að pröfa að kjósa eitthvað annað bara til þess að gefa allum hinnum fingurinn kjósum Jógnar eins og Jógnar og besti flokkurinn eða Björt framtíð og allt þetta og ég held að sé alveg nýtsamlega að setja þetta svolítið í svona samhengi þá til þess að reyna að skilja þetta Já, þetta er örugglega alveg rétt sko en mjög góð punktur þetta með þessa með Dollfuss sem er hann svona kaþólska dýrling ég held að honum hafi verið hann hefur verið sko það voru messumar og það voru myndir á honum í kirkjum og það var reynda búið til svolítið svona cult of personality í kringum hann og það sem var rosalega beintengt við kaþólskuna
en svona til þess að sko, áður við ræðum þetta svo bara aðeins að fara yfir sko, því að síðan það sem að gerist þarna það sko að hann tekur mjög hart á sósíalistum til dæmis og sósíalistar eru handteknir og sósíalistar eru drepnir og þetta eru auðvitað eitthvað sem að sko situr þetta mjög í fólki náttúrulega, þú veist þarna ertu með ríkisstjórn sem að handtekur og drepur fólk og sem þá bara dæmi harðstjórn þannig séð þó svo þeir hafa barist líka gegn nasistum sem okkur fyrst vera réttlætanlegt náttúrulega í ljósi sögunar en þeir gerðu það og eiga það á samviskunni þeir koma síðan á þessu einræðisríki nasistar eru náttúrulega odnir mjög harðvígugir sko og austuríski nasistar eru sko allt önnur skepna heldur en þýski nasistar vegna þess að austuríski nasistar eru underground þeir eru bannaðir og þeir eru ekki í lýðræðislegri baráttu á þessum tímapunkti eins og þeir eru í Þýskalandi heldur eru þeir í vopnaðri baráttu þeir eru að fremja hryðjuverk og þeir eru að fremja launmorð og þeir eru að sprengja lögreglustöðvar og annað álíka og þeir myrða Dollfuss og þetta allt skipulagt sko meira og minna frá þú veist München skilurðu þetta algjörlega svona 5. herdeldin bara eins og hún á að vera sko það er svona flækir þetta með allt þannig allt þetta að maður svona nú ekki fara að verja Dollfuss og hans stjórn en það svo setur þetta í samhengi að þú ert með svona hvað segja svona öfluga svona 5. herdeldi innan ríkisins sem hreinlega bókstaflega að grafa undan ríkinu og reyna að vega ríkinu sem getur til þess að saman þess stóra ríkinu sem fyrir norðan því og þá auðvitað stór hluti ástæðan af hverju Dollfuss og þessi íhaldsöflu í Austurríki börðust og hattaraflega fyrir því að reyna að halda aftur af þessum hreyfingum algjörlega og síðan alltaf þetta 1934 þá Dollfuss myrtur og Susnik tekur við og Susnik átti síðan eftir að stjórna þarna föðurlandsfylkingunni og þessu korporatíska eða ástrofasíska ríki fram að sameiningunni við Þýskaland og þetta átti bara eftir að halda svolítið svona áfram þannig að það svolítið svona þessi sögulegi rammi en það sem að svo marga spurningar í kringum þetta og í kringum sagnaritunana þetta og svona sko fyrsta lagi þá þetta sko var þetta fasistaríki var þetta fasismi eða var þetta eitthvað annað og það hluti af þessu svona sagfræðilega debatti sem menn hafa verið að taka eðli þessa ríkis og síðan það auðvitað bara svona hvaða sess ætlum við að setja þetta ríki eða þessa ríkistjórn kannski öllu heldur í sögunni því að það auðvitað verið barist hatramlega það í Austurríki hvernig við ætlum að líta á þessa ríkistjórn ég menna ætlum við að líta á hana sem einræðisríki sem að beitir þegna sína harðræði og fangelsar pólitíska andstæðinga og þar leiðandi ætlum við að líta á þetta sem eitthvað neikvætt sem að var til dæmis það sem að fólk á vinstri vagnum í Austurríki hefur haft tendens til að gera eftir stríð á meðan sko fólk á hægri vagnum hafa frekar kannski eða ákveðni flokkar eða flokkur eða ekki þessi ÖFV og þessi sem lengst til hægri ég er nú ekki mesti bestað mér í austurískum stjórnmálum Nei, ég heldur ekki margir sem eru vel að segja því en sem að menn hafa þá verið einmitt að líta á þetta svolítið svona heyrðu þeir voru þó allavega sko að berjast fram í dauðan gegn nasismanum og náðu að koma í veg fyrir að Austurríki varð að nasistaríki í nokkur ár og svo fléttast þeim inn í það líka þú veist, eins og við höfum nú talað það áður og hlegið svolítið að því Austurríki fyrsta fórnarlamb Þýskalands eða ekki svo ertu þetta með það sem
sem svona þessi sögulega sín sem austurríkismenn hafa búið sér til með þessu fyrsta fórnarlambið og það er leiðandi komið svolítið undan ábyrgð úr seinni heimsstyrjöldinni. Það er líka annað sem ég langar að ræða eftir. En mér langar að vita hvað þér finnst spurninguna sko, að því að það hefur verið talað það hefur notað hugtaki ständestat sem þýðir svona stéttaríki. Það hefur verið hugtak sem hefur verið notað þetta ríki. Og síðan hefur verið notað orðið ostrofasismi eða austuríkisfasismi sem sérstakt hugtak. Varandi þetta sko, ég persónulega lít á Austuríki á millistríðsárunum sem svona ständestat og ég myndi ekki nota orðið fasismi yfir hvorki Austuríki né hann Dolfus eða hann Sjúsnik. Nei, ég lít frekar á þá sem mitt sko eitthvað svona, hvað við kalla það, nútíma, það var alltaf á sínum tíma, náttúrulega millistríðsárunum sem nútíma íhalds fyrirbrigði með rætur þá í kaþólskunni að Austuríki Ungverjaland hafi þarna brotnað og liðast í sundur og sem hafi þá notað það menningarlega kapital sem þeir höfðu og á þessum tíma náttúrulega var svona fasísk orðræða mjög vinsælt þannig að þeir sjá það að fólki mjög hart undir fasisma og spila þess svona á svona fasíska orðræðu og þess vegna getur maður á svona yfirborðskendan hátt litið á sem fasista. Þeir náttúrulega notuðu viljandi fasíska symbolík. Já. Það er að segja svona þú veist svona fánar og svona herdýrkun, valdstýrkun. Já, fóringja hugmyndafræði eitthvað svona. Já, einmitt. En svo það auðvitað líka kannski spurningin hvort það sé kannski svolítið óljóst kannski svolítið hvað fasismi er. Algjörlega, og það er góð spurning. Ég ber þetta svolítið saman við nú verður fólk að miskilja mig rétt eins og maður segir í Noregi. Kristniboð. Það er bara svo áhugavert ef allar kristni einhverja þjóð þá notar það sem er til nú þegar. Þú pakkar svo inn í skiljanlegt fyrirbrigði. Þú notar gömlu musterin, þú notar gömlu orðin, þú reynir að gera það skiljanlegt á þann hátt. Þú kemur ekki bara einhver nýtt hugtak sem enginn skilur og enginn veit hvað þýðir. Þú veist, það er allir slepptið að tala og það er alltaf eins með Dolfus og félaga að þeir nota það þess að þjóðernishyggju sem vinsæl þó að þeir sjálfir held ég hafi verið sko kristnir og mjög uppteknir af sko jafnvel einhverjum svona kristnir alþjóðhyggju og til þess að sko ekki glemum því Dolfus lærði til guðfræði og ætlaði sér upp að vera prestur. Já, það sem allir með í pólitíkin sem var að keyra hvað var það til dæmis stöðu kirkjunar í Austuríki það var mjög upptekin að verja kirkjuna, kirkjana en það hafi gífur á sterkar stöðu þegar koma menntakerfi og það voru sterk tengsli Vatikanið og allan slíkt en notaði samt síðan líka þjóðverðnis orðræðuna. Sko þeir notuðu það er Ernst Hanisch sem sagfræðingur sem að segir sko þetta hafi verið sko einræðisstjórn í fasista líki með svona fascist impersonation. At best it was a semi-fascist authoritarian dictatorship. Og það er kannski stundum svona eitthvað skona þannig sem þetta hefur verið lífst en það er auðvitað líka spurningin sko með og hugtakanótkun, ég meina þú veist fasismi þetta er eitthvað sem að kemur frá Ítalíu og við notum þess að tala sko ítalska fasista flokkin síðan hafa menn auðvitað oft svona kannski til einföldunar talað þú veist Pólland Austuríki, Ungverjaland Ungverjaland og Austuríki á millistríðsárunum Spán, Portúgal þú veist, og jafnvel stjórnir í Suður-Ameríku, þú veist, gríska juntan, þú veist, þetta orð hefur mist svolítið mikið gildi sitt þegar það er verið að fara að stimpla alla hægri sinnaðar einræðistjórnir bara sem fasista sko. Einmitt, það er svolítið tendensin og kannski er það kannski svolítið svona veist, bara svona hugsa upp á þetta sko, hvort að það geti verið kannski eitthvað svona eftirstríðs sko að annars vegar í
í vestrinu þá viljum við sko mála alla óvinn okkar sem svona eitthvað monolíta eins og við gerum með kommunistaríkin í kaldastriðinu sko einmitt og síðan hins vegar þá frá vinstri hliðinni sko að sósíalistar og þú veist eða eins og í marxismann kemur hugmyndin af fasismi sé sko efsta stig kapitalismann sko og höfuð andstæðingur kommunismans eða marxismans eða sósíalismans þannig að þú veist fólk sem vinstra megin vill oft kalla hægri sinnar einræðisstjórnir bara fasista en þetta alveg fólk sem kallar Donald Trump fasista og svona sem ég kannski svolítið svona en hérna það alveg rétt jáður þess að náttúrulega missir þetta var mikið gildið þetta svo bara með þetta sami kommunismann þú veist sovjasku kommunismi og kínversku kommunismi náttúrulega tvö gjör ólík fyrirbrigði og það náttúrulega ekkert nema bara sko í besta falli einföldun og segja bæði séu kommunistar hvað þá bætti við norðurkóreskum kommunisma og kúberskum kommunisma og það var alltaf eins með fasismann ég vil líka stundum hugsa þetta út í sko út með hennan hægri vinstri skala sem vart með sko vinstri sem upprunalega sko þú veist þeir sem sátu vinstra með við kongin hérna í frönsku byltingunni sem að þú veist það var vinstrið rauninni skali þess fólk sem að vill sko félagslega breytingar til handa þeirra sem minna mega sín í samfélaginu og hægrið þá þeir sem vilja sko standa gegn þessum breytingum og íhaldi vill sko fara hægt í það meðan afturhaldi vill berjast gegn því afturhald er að segja reaksjón og síðan getur þú kannski sett í þennan flokk þá reaksjón sko þú veist fasistaflokkinu í Ítalíu þú getur sett til dæmis þetta ríki en síðan kemur líka með þetta element inn í þetta sem að sem þú hefur stundum nefnt þetta sem eru alveg rétt líka þú veist að fasistar og nasistar voru þetta byltingar sinnar á sama tíma og hefðu kannski ekki endilega vilja sjálfur setja sig í þennan flokk sko nei alls ekki þó svo þeir var ekkert endilega berjast fyrir þeim sem minnst mega sín í samfélaginu skilur þannig séð nei, alls ekki og svo hefur við síðan líka alltaf spurningin líka þá hvar settum maður síðan þá þessa libertarians eða anarkistana og allt það á þessum hægri vinstri skala þá sem vilja ekkert ríkisvald og mest frelsi já þetta var auðvitað svona sagfræðilegt málefni heitt sagfræðilegt málefni í austrískri sagnaritun fram eftir 20. öldinu auðvitað mjög svo og ég hef lesið að svona í dag eru menn minna fókusir á þetta menn eru fannir að fókusir á bara aðrar spurningar og í einni bókinni sem ég las þá var ég með talað að þú veist núna eru menn að skoða til dæmis eins og þessi Ernst Hanisch sem ég nefndi á hann sko til dæmis sko hvaða áhrif hefur sko þú veist svona etatism skilurðu eða svona ríkishyggja og svona skrifræðis vald sko frá sem á rætur sem er í gamla austuríska og ungverska kerfinu og það er og notar þetta hugtak etatismi eða einhver svona ríkishyggja sem mjög áhugavert hugtak ég geti alveg ímyndum eftir 50-100 ár og kannski sérstaklega kannski eftir 200 ár mun menn nota það hugtak meira og jafnvel setja þetta allt undir einn og sama hattin ríkishyggja hvort þú sért með sko þýskan þjóðernis sósíalisma stalinisman sem einhvers konar rússneskan þjóðerniskommunisma og jafnvel sko Roosevelt og the New Deal sem einhvers konar sko amerískan þjóðernis kapitalíska hreyfingu eða hvað það af því allt þetta að ýmsu leyti ríkisvaldið sem bara að taka til sín meira og meira völd og að stýra að þú veist það einhver þjóðarleiðtogi hvort sem hann sé kosinn í gegnum þá bandaríska kosningakerfið þýska kosningakerfið eða í gegnum sko kommunistaflokkin með byltingun á bakvið sig í raun og veru þetta allt þú veist, ríkisvaldið að styrkja sig það er áhugavert að spá í því sko nú heyr ég það auka hægri frjálshyggjumaðurinn er komið fram í þér það er ætti af því það er ætti af því sko herði já, þetta er áhugavert en þessi korporatismi er svolítið áhugavert pælgi þessu og ég las áhugaðan bókakafla
sem fjallaði sko stjórnarskrá þessa ríkis og það er auðvitað gaman að stúdera svona stjórnarskrár því að það er auðvitað getur ekki eitthvað dæmt þannig sé hugmyndafræðin eða ríkið sko bara út frá stjórnarskráni Nei en mér finnst þetta áhugavert og líka sovjísku stjórnarskrár og svona Margir tala að stalinísku stjórnarskrán hefði verið einstaklega fallegt ritt Já, ég meina þú veist og það er auðvitað gaman að stúdera þær og sko lesa þær og það er auðvitað svona lýsa svolítið svona ídeal sem að þetta er svona þetta er svolítið svona cool áhugavert fyrirbrigði ýmislegt og í svolítið þegar við vorum að tala manstu hugmyndafræðina í sko rússneska keisaradæminu og vorum að tala fyrstu rússnesku stjórnarskrána frá 1945 þar sem keisarinn var bara autokrat sko og svona þú veist auðvitað er ekkert alltaf samband á milli kenningar og praktík í því alltaf sko sem Nei. Já, hann var að fara í gegnum þessa stjórnarskrá og hún er áhugavert að sjá hvernig hún er byggð sko þessum við að lýsa sko í rauninni það er búin að taka í burtu allar þessar lýðræðislegu stofnanir eða þú veist ekki búin að taka þær í burtu allar búin að breyta þeim og þú veist og kanslarinn og forsetinn skilur eru konum með miklu meira vald búið að centralisera valdið svolítið mikið og síðan ertu með sko nýjar stofnanir út með sko að þetta átti að vera sambandslýðveldið þú veist með svona þessi litlu héruð þannig að þú veist hvert hérað var með svona héraðsráð eða svona rat lendersrat eða eitthvað líka og síðan varstu með þessa stjættaráð sko það sem varstu með sko stjættir eða sko svona atvinnugreinar svolítið eins og þú varst að nefna hérna áðan með sko, þú veist iðnaðamenn skiluru bændur, þú veist, hinar og þessar svona þjóðfélagshópar eða svona atvinnugreinar skiluru áttu sæti í ráðinu sko Já Þarna sem er íhaldið Já Svona horfa tilbaka til miðalda og það er kannski líka hugmyndafræðin sko Já. Að sko í þessum korporatisma sem gengur út á skilur að þessi samkomulag sko allra stjættan og atvinnugreinana í ríkinu eða í landinu við ríkið sko og þannig átt að búa til eitthvað svona harmoni sko Já. og í rauninni sko korporatism er ekkert skammaryrði í rauninni til dæmis norræna vinnumarkaðsmódelið er í rauninni hálfgerðus korporatismi við skilja rétt Já, það er einmitt að skjóta það er bara hefur komið frá óvart það er nefnilega svolítið þannig Já, svona samningur samtaka atvinnurekanda og verkalýðshreyfingarinnar Já, með ríkið líka og ríkið, nákvæmlega Það þú veist og það eru nú þessi velhefnuðu norrænu samfélög sem yfirleitt eru talin bestu samfélög jarðar allum mælikvörðum Þú getur sagt að Dolphus og félagar hafa verið á undan sinni samtíð og svo mörgum finnist svo sem þetta gallaði mörgum leiti og bara ekki hvart að yfir ímsu en þetta er rauninni svona þú komið veg fyrir stjættastríð Já og þarna er auðvitað að vera að taka svona þetta bara miklu lengra út með skilur aðila kirkjan út með alla þessa svona enda þú veist hugdæki skilur korpó skilur þetta er líkami, þjóðar líkaminn skilur og þetta er náttúrulega grundvallar atriði þessari íhalds hugmyndafræði skilur það er allir limitnir hafa sitt hlutverk skilur og svo ertu með og svo er það stýrt frá einum stað sko Gott að segja þetta því korporatismi, það er ekki fyrirtækja hyggja einhver eða eitthvað fyrirtækja það heldur einmitt í þessu skilningi sem þú segir sko, þetta er líkami og þá er einmitt harmonían og samheldnin og samvinnan og þá er þetta andstættu þetta náttúrulega markaðshyggju skilur eða einstaklingshyggjunni svo hún var kannski í vestrinu eða kapitalismanum og svo náttúrulega þetta í kommunismanum sem er náttúrulega boðar stjættastríð og það sem ein stjætturinn á að sigra hinnar Einmitt og það var sem er svo áhugavert náttúrulega sjá bara hvað sko þetta tímabili sko fyrirlutu 20. aldar er rosalega sérstakt tímabili í mannkynssögunni ef maður hugsaður sko bara hugmyndasögu hvað þetta er mikið umbrot að þú ert að það gleymis áttum að sér átt fyrir sig að það er þú ert meðan kapitalismann þá í formi þá til dæmis Bretlands og Bandaríkjanna fyrst og fremst og Frakkland og svona svo ertu með þá fasisma Þýskaland, Ítalía, kannski Japan en líka
Það er náttúrulega líka talað áður og Japan náttúrulega er mjög flókið að reyna skilgreina. Það er með kommunismann. Þessi andlega með fullt af öðrum hugmyndafræðum eins og við sjáum Austurríki dæmi það, korporatismin þar og líka aðra hreyfingar og svo millum þennan syndikalisma sem menn voru líka halda á lofti og sem hinur á þessar hugmyndafræðinar. Já, þetta er mjög áhugavert. Miklir umbrótatímar. Já. Enda þetta náttúrulega bara eitt stærsta umbróta skeið mannkynssögunar, náttúrulega innbyltingin og borgarvæðingin og þú veist bara algjör umbreyting samfélagsins sem sér ekkert fyrir endan á sko. Nei, algjörlega. Heimur versnandi fer. Heimur versnandi fer, eins og menn hafa alltaf sagt. Það var alveg mannlegt þetta að vera að tala það heimur versnandi fer. Ég veit. En hörðu, svo þessi korporatismi, hann var auðvitað líka í Ítalíu og í fasismannum og svona, enda náttúrulega sko og það er kannski líka ástæðan fyrir að það hefur oft verið svona tengsl við hennan fasisma með stóru F alltaf Mussolini og Ítalir, þeir nefnilega, svo kemur alþjóðapólitíkin inn í þetta sko. Já. Að Ítalir náttúrulega voru svona ákveðni verndarar Austurríkis föðurlands fylkingarinnar og meira segja Dolfus og Mussolini voru svona persónlegi vinir sko. Einmitt. Og sterk bönd þarna, Austurríki náttúrulega bara smáríki þetta sem gat svo sem ekkert gert gegn Þýskalandi og náttúrulega háð því að einhver þá stærri ríki myndi passa upp á þá. Já. Að því svo kemur náttúrulega inn í þetta Sjúsnik tímabil 1934 til 1938 sem að einkennist svolítið bara af þú veist bara áframhaldandi krís og þá líka auðvitað komið út í þú veist sko bara aðdraðandi seinni heimsstyrjaldarinnar skilur að bara heimsmálin eru bara að vindast upp sko. Já. Og Hitler bara færi sig upp á skaftið þú veist og verður alltaf stærri og stærri pressa á Austurríki frá Þýskalandi og síðan er Mussolini þarna sunnan við sko sem að reyna að vera svolítið svona verndari Austurríkis og við sjáum ákveðna svona valdabaratu milli Hitlers og Mussolini þarna sem að síðan Mussolini á eftir að setja í minnibókan. Og áhugavert líka þarna á sama tíma er líka sko náttúrulega rosalega mikil efnahagslegur uppgangur í Þýskalandi á þessum tíma, þannig að sko austurískur almúi þetta missir þá kannski meira trúna á þessu austuríska fyrirbrigði þegar þeir þurfi ekki annað en bara rétt að lítið við landamærin og sjá að það er svona blússandi uppgangur í Þýskalandi og margir austuríkismenn náttúrulega fóru til Þýskalands að vinna. Já. Þannig að það náttúrulega höfður þannig líka sko sönnun innan geðsalaba fyrir því að þjóðurinn sósíalismin myndi virka það var ekkert atvinnuleysi í Þýskalandi á þessum tíma það var bara bullandi uppgangur og vöndunjafl og vinnuafli og þá fyrir atvinnuleyst fólk í Austurríki þá var það freistandi. Já, en það má auðvitað alveg bæta því við sko að þú veist Austurríki var náttúrulega auðvitað korporatiska kerfi var ekkert að þjóna verkalýðsstéttinni neitt sérstaklega sko, ég held að menn hafa nefnilega talað að þú veist það var bara til þess að draga tennurnar úr verkalýðshreyfingunni og þjónaði auðvitað atvinnureikendunum betur held ég hérna í Austurríki en þó það sé auðvitað hafi verið tilfelli líka í Þýskalandi svo sem. Já. En já, náttúrulega það var miklar efnahagsógöngur í Austurríki. Algjörlega. En fremur náttúrulega líka var Þýskalandi svo sagði að setja pressu á Austurríki og meðal annars Adolf Hitler gerði það að hann setti sko túristaskatt á Þjóðverja sem var mjög slæmur fyrir Austurríki vegna það leiddi til þess að fáir Þjóðverjar héldu til Austurríki þegar Austurríki var þarna líka að verða að sko túristaríki eins og Austurríki í dag með skíðin og allt þetta. Mér finnst það eða svolítið fyndi líka að bara svona talandum þú veist austuríska efnahægin sko og bara ástandi sem að þau voru í að Hitler gerir þetta sem svona dirty trick þetta mjög seint sko, þetta sé bara rétt fyrir sameininguna, hann að gera þetta sem bara svona kverkatak að hann sko bannar Þjóðverjum að ferðast að gefa vísa áritanir sko yfir til Austurríki sko og þetta var bara eins og
Bandaríkjamenn að hætta að selja Japanum olíu sko. Skilur líka við sko. Veistur ekki alveg grísa sko því að sem sýnir svolítið kannski hvaða hlutverk þeir voru í sko það er eftir báli, það er góða punktur það segir það þeir að koma keirandi á Volkswagen bjöllunum sínum að skoða þú veist, hallirnar í Vín og eitthvað svona já, og fara á skíði og eitthvað já, og ennfremur og það er áhugavert líka, hann hétt hann ekki Játvarður, var Játvarður 7. sem var Englandskonungur sem saði sig hann af sér vegna þess að hann vildi giftast þessari leikkonu var sko hann hét já, Simpson eitthvað Simpson já, og það er áhugavert að hann hafði náttúrulega var mikið að ferðast Austurríki og hafði verið svolítið að setja Austurríki á kortið og þessi skandali í kringum hann, þar sem hann sagði af sig krúnunni og allt þetta og var í Austurríki síðan í kjölfarið þessu þetta bitnaði mikið á sko þessum Habsborgara málstað já. Því þarna sáu líka sko að það margt sem bendir til þess að menn hafi verið mjög nálagt því að koma Habsborgarum aftur endur þessa keisaradæmi, allavega konungsveldi en þetta náttúrulega sýndi út að hvað konungsveldi þetta veikburða ýmsu leiti því náttúrulega, ef þú ert með heitlandi og flottan konung, þá getur það mjög flottu að vera konungsveldi, það getur verið stór plús en leið og ert með konung sem sem á eitthvað vandamálastríð, það eitthvað gallar á þá getur orðið rosa mikil sko baggi að vera með konungsveldið þannig að Habsborgara málstaður, hann fekk að líða svolítið fyrir allan skandalinn og vesenið í kringum þetta það sjáum við líka bara svo í dag með allt dramaði kringum náttúrulega hann Harry og konungsfjölskylduna í dag á meðan þú veist í Nóri þú veist konungsfjölskyldan hér þú veist hann voða vinsæll kongurinn það mikið drama og skandall í kringum en hann Durek hann Jú, og þá sjáum við líka það þú veist að, konungur og krónprinsinn þeir eru góða bókin og flott og bara svona venjulegir en eina krónprinsessonum það mikið drama kringum hana því hún í hinn á þessu sérstöku orðar að segja svo og það einmitt áhört og það náttúrulega líka því maður getur ímyndað að segja sko að ef það hefði komið sko stöðugur flottur Habsborgar sem hefði tekið þarna yfir hvort að hann hefði getað orðið svolítið svona sameiningaták gegn nasismannum það er spurning, það er alltaf ómögulegt að segja til það en síðan alltaf getur maður aftur líka sagt það gerðist ekki, heldur þvert á móti Nazisti tóku síðan við og Austurríki var innlimaðin inn í Þýskaland og allir voru hrópandi kátir sko, það er alveg rétt sko fólk var ekkert eitthvað að missa sig úr gleði yfir Sjursnik held ég og þessu ríki þarna þetta getur kannski vel verið að það sé eitthvað rétt að þú veist, ef það hefur eitthvað verið annað sammenningartakt þá það kannski fengi eitthvað meiri stuðning frá fólkinu eitthvað getur vel verið, en sko náttúrulega það sem að Sjursnik stóð frammi fyrir náttúrulega var Adolf Hitler og Þýskaland sem var náttúrulega bara pólitískt rándýr Já og þú veist algjörlega pólitískt rándýr, það lýsir í mjög vel Já, og sko hann náttúrulega beitti náttúrulega bara alls konar skýta tryggsum skiluru og það er auðvitað smáatriði þeirri sögu sem mjög áhört og eins og ég segi aðan sko, þú veist, hans ferill snýst bara svolítið bara einhvern veginn þá ertu komin út í svolítið svona þú veist, siglir hann einhvern sjó skilur í innanlandsmálum alltaf náttúrulega auðvitað skilur endalaus barátta við þessa nasista sem voru það underground hreyfing sem fóru bara yfir landamærin og voru bara fengu vopn og pening og allt þar sko en það komin út í bara einhvern svona hvað segir maður, svona stórsjó í alþjóðapólitík sem eru árin hann fyrir seinni heimsstyrjöldina og það gildi þó í rauninni bara eins með Austurríki og með Tékkóslóvakíu eða Pólland að þú veist að það voru allir þarna komnir út á mjög hálan ís með þetta rándýr sem var komið þarna á afturlappirnar sko, sem var þjóðverjar og ég held að það hefði alveg örugglega verið mjög erfitt fyrir hvert sem hvort sem það hefði verið ykkur Habsborgari eða lýðræðisstjórn og það getur, menn hafa þetta fært rök fyrir því þú veist þessir hægri menn sem hafa verið að svona, hvað við segja, svona fyrirgefa Sjursnik og Dollfuss
fyrir að hafa verið einræði stjórnir og svona, menn hafa alltaf geta sagt það, skilur, það er þetta first victim dæmi, sko, þú veist, já, þeir náðu allavega en að, þú veist, að halda nasistónum undan, þú veist, í fjarri þó í þennan tíma og svona, annars hefðu þeir bara komist til valda bara strax 33 eða 4 eða eitthvað en það var alveg svolítið þannig að þeir voru bara, þú veist, og Susnik var hérna bara að senda símskiti bara til London og Moskvu og París og hingað og þangað bara að reyna að koma okkur alþjóðasamningum til þess að bjarga sér að því við höfum bara komin út í þennan aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar, sko. Og það var einmitt líka það sem er grátlegt að sjá einmitt að þennan stuðning fekk hann ekki og meira sem Mussolini skipti síðan skoðun og hætti að halda sjálfstæðu Austurríki og Austurríki stóð á lofti. Já, þegar það var hérna atvik það sem að Mussolini var svona stand down og það ekki hérna í fjallskarðinu það sem að ítalskar hersveitir fóru og ætluðu að vera voða flottar og þurftu síðan að snúa við að því að sem var svolítið vendipunktur í þessum þessari valdabaráttu Hitlers og Mussolini. Og svo er líka áhugavert við að hann nefnitt Sjúsnik þetta undir lok leit sem svo á að það var ekkert annað að gera en bara núna að láta vaða og hann blést til þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, sko þetta var ég man þetta rétt að var þetta þannig sko að Hitler er búin að kalla hann kallar hann á fundi sín og það er þetta sem við sjáum líka með þú veist Tékkóslóvakíu og Rússana þarna í Stralsund og Finnland og svona það er að þú veist kalla á fund skilur og svo þeir sko með eitthvað svona andlegt ofbeldi eða þannig skilur. Raunaði bara yfir hann í einhverju klukkutíma og hótanir og allt þetta sko hóta innrás og svona og hann kemur tilbaka og það er einhvern veginn svona síðasta spili í hendina hans að síðasta spili sem hann er með í erminni það er að kalla út þjóðaratkvæðagreiðslu það sem að hugmyndin var sko að menn myndu segja já við viljum að Austurríki verði sjálfstætt ríki áfram og það var svolítið svo Brexit sko hann sá fyrir sér sko að Austurríkismenn myndi þá kjósa já við viljum það alveg svo hann David Cameron var með Brexit kostninguna því hann held að þeir myndi segja nei nákvæmlega til þess að svona útkljáð það sko og Hitler auðvitað var skítræddur við þetta það er bara svo áhverð, hann var hræddur við það það var alltaf trompaðist hann og sendir ultimatum nú kallar þetta af annars bara stríð sko og þá brotnar þetta niður og hann gengst við þessum afarkostum sem eru að kalla blása af þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og afarkostinni voru líka að það myndi koma þessum var það ekki þessi Arthur Seyss-Inquart eða hvað hann hét þessi nasisti sem var komið þarna á kanslarastól eða innanríkisráðherra eða eitthvað svona og þá féll þetta svona mjög fljótt niður og nokkur síðan kemur Hitler askvaðandi á Mercedes-Benz bílnum sínum inn í Vín og það allir með það áhugavert sko að margt í kringu það var voðalega svona spilað fingrum fram því Hitler sá ekki fyrir sér að ánum eru þið svona vel tekið í Austurríki og áhugavert síðan að sko í kjölfara öll þessu þá síðan var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla auðvitað var það ekkert frjáls þjóðaratkvæðagreiðsla það var það auðvitað ekki allt áróðusbatterið var hringt af staðmaður og auðvitað lögreglan og leynilögreglan og allt þetta en þó svo þjóðaratkvæðagreiðsla leiddi til þess að held ég 98-99% af austurríkismönnum kusu og með sameiningu í Þýskaland. Ég held samt að eins og þú segir, svo kostninga hefði ekki komist í gegnum eitthvað svona evróst kostninga. Nei, hún hefði ekki gert það. Var það ekki þannig að þeir voru ef þú ætlar að kjósa nei þá þarf það að koma hérna til hliðar og þá voru svona brúnstakkar með kilfur sem að hjálpa þér að kjósa. Nákvæmlega. En það leiti þá til þess að Austurríki hætti þá að vera Austurríki og var það þessu ústmark, var ekki það sem það hét? Já. Það er samt áhugavert að maður sér þó sko að það var gífurlaust vinningur fyrir þessu í Austurríki og Austurríkismenn tóku mjög virkan þátt í Þýska ríkinu síðan og náttúrulega atvinnuleysi náttúrulega hvarf í Austurríki leið og þau voru
reyðlegur sömunust og allt þetta, en það kom samt allavega önnu vandamálinn líka því margir nasistar urðu fyrir vonbrigðum með Adolf Hitler því Þjóðverjar og nastaflokkur náttúrulega fyrst og fremst voru tækifærissinnar þannig að leið og eru búið innrima Austurríki þá náttúrulega þurfti náttúrulega að fara að balansera þessar þá gömlu fylkingar og integrera þær á einhvern hátt þannig að margir harðir nasistar lítu á þeir ekki fengið nákvæmlega þá stöðu sem þeir sáu fyrir sér Nei. en Austurríki séð þá var almennt frekar ánægt með að vera hluti þá að Þýskalandi Já, gekk frekar svona smurt inn í þetta Já, gerði það og tóku virkan þátt En mér langar til þess að ég var þetta sko athyglisvert með þetta ég kíkti aðeins á ræðuna sem að hann hélt í Vín 9. apríl 1938 og ég hef nú svo sem ekki stúderað Hitler ræður mikið svo sem en það held ég svolítið þannig að en þá þannig að þú veist ef að leynilögreglan að fylgjast með sem maður að googla þá á maður kannski ekkert að vera að googla það nei, ég segi svona passa sig segi svona, en ég fann að einhverja vefsíðu sem var pottið ykkur nýnast þetta síða sko sem voru allar Hitleræðunar sko, ég fann þessa ræða því mér langaði að vita hvað hann var að segja Já. Að því að sko þú ættir líka til á þetta sko bara ef þú googlar Anschluss eða eitthvað á YouTube skilur þá eru til fullt af svona fréttamyndum frá þessu sem þess að allir hafa séð þannig að það kemur hann að Mercedes-Benz bílunum og allir fánarnir og blómin og þetta og svo heldur hann ræðu í Vín og mér langaði að vita hvað hann var að segja og þá segir hann einna sko ég ætla með þetta ensku sko en hann segir þetta þú veist I believe that it was also God's will that from here a boy was to be sent into the Reich allowed to mature and elevated to become the nation's Führer thus enabling him to reintegrate his homeland into the Reich there is a divine will and all we are is his instruments og meira svona sko þú veist I felt that Providence had called upon me þú veist Providence willed and desired it will of the Almighty þú veist þetta svona voru mikið svona trúarlegum hann er að tala bara eins og hann sé bara Messias komin til þess að samina Austurríki og ég var að spáði hvort að þarna væri hann sem þessi ræðumaður sko að höfða til fólksins sem voru áhörundur á þessum stað á þessum tíma og ég held að segja svolítið þannig að því að Karlska kirkjan fjallefla svolítið fyrir þessu sko og allir með erkibiskupin í Austurríki, hann var fljótur að hlaupa til og lýsa yfir stuðningi við Hitler og svona á sama tíma sem ég held samt að hluti af Hitler hafa líka trúa því að það væri rétt sko það er erfitt að segja náttúrulega hvað Hitler nákvæmlega trúði á en ég held að Hitler trúði allan á einhvers konar sko yfirnáttúrulegan kraft sko hvort þú kallar það Providence eða örlögin eða eitthvað slíkt sko og það stýrði náttúrulega mikið hans utanríkisstefnu með auðvitað þeim afleiðingum sem við síðan sjáum hann var náttúrulega keksruglaður sko það kom þessu eins og til dæmis það lýsi við stríði gegn Bandaríkjunum á þess að hafa nokkra burði til þess að geta ráðast á Bandaríkin þannig að þetta er alveg ótrúlegt og einstætt í mannkynssögunni en þess vegna náttúrulega en þarna sem maður líka þá náttúrulega þegar hann talar svona trúarlega þá náttúrulega var léttara fyrir menna kannski lesa það sem vildu inn í það sem hann sagði en þetta ekki bara það sem Hitler var bestur í sem var að vera demagóg og standa bara upp á sviði og öskra eitthvað og allir bara fíla það vera allt fyrir alla þannig séð sko og ef hann hefði verið að halda ræðu fyrir verkafólk þá hann kannski notaði eitthvað svona sósíaliskan undirtón kannski algjörlega en við vitum það alveg, hann gat alveg tala við industrialista hann gat tala við þessa kapitalista og fengi þá alveg heilla þá upp á skónum gat tala við alla, og verkafólk og alla og einmitt gat aðlaga sig og allt það en það sem er líka áhugavert í þessu hann gerði líka í því sko hann niðurlega þá Habsborgarinn eins og hann gat ég bara las bók sem fjallaði það sko fjallaði sig sögu Habsborgarinn í öllu þessu og þá var þetta áhugavert að þegar hann kom til Vínaborgar þá var hann einmitt á hótelinu
nú er náttúrulega eins og segja núna mörgur sinnum í hlaðarpinu, það er langt síðan ég las það er þetta, það er búin að gleyma hvað heitir en hann gerði í því sko að fara allir með svo hóteli þar sem að hann þá þegar hann var svona umrenningur í Vínarborg þá vann hann við að móka snjótlemin sér framönda hótel sem Habsborgararnir oft byggu á og þá gerði hann einmitt í því þegar hann kom til Vínarborgar þá fór hann einmitt beint þarna og á þetta hótel og þetta gamla Habsborgarhótel og þarna hélt hann allir mikið af sko mikilvægum fundum og svona þegar hann var í Vínarborg Já þannig að hann gerði það alveg í því í allan og svona Hann hefur örugglega verið svolítið upptekinn alls konar svona nostalgíu eitthvað og... mjög upptekinn allavega þannig og til dæmis, skjóta því inn þeir sem voru efstir á listu SS sem þetta handtaka voru synir Frans Ferdinandar Já, það var það sem allar að segja þarna fyrir svona klukkutíma síðan Það geti verið, já. Það var alveg sko, það var bara óvinnum eitt, það var Habsborgararnir. Þú veist að þegar þú segir Frans Ferdinandar, þá hljómar þess að þú sérst að beygja Ferdinand. Já, það er rétt þér. Frans Ferdinand. Men það er svo erfitt með íslenskuna, þú veist, hver er maður að fallbeygja erlend nöfn og hver er ekki. Ég veit. En það er alveg góð bútur. Það sýnir Frans Ferdinand. Ég veit. Herðu, þú komst aðeins inn á nú þurfum við að fara að ganga frá þættinum heldur fljótlega en aðeins Austurríki í nasista hlutverk Austurríkis í nasismannum sko því að nú erum við búin að tala um þetta og minnst alveg ég var alveg til að lesa eitthvað svona bók sem myndi fjalla sko einar austurrísku rætur nasismanns ef þær einhverjar aðrar en bara í persónu Hitlers það væri gaman að athuga hvort það væri eitthvað svoleiðis en hlutverk Austurríkis náttúrulega í seinni heimsstyrjöldinni er náttúrulega alveg þú veist stórt og við komum aðeins inn á þetta með það hvernig náttúrulega Austurríki hefur náttúrulega eins og Þýskaland náttúrulega eftir stríð fyrstu áratugina náttúrulega sérstaklega Austurríki náttúrulega reyndi að hvítþvo sig svolítið að þessum glæpum með því að vera fyrsta fórnarlambið og það var eitthvað sko á í rauninni rætur sko til af því það er náttúrulega þannig þetta sko hvernig var þetta var það Teheran Moskvu yfirlýsingin 1943 held ég það sem að bandamenn komu saman og lýstu yfir ákveðnum punktum í tengslu við stríðsreksturinn og markmið þeirra í stríðinu held ég sé fyrirgefið mér að við erum að fara með randmál það var tekið á svona ýmsum málum sem átti sem þeir vildu að stríði myndi útkljá meðal annars spurningunum Austurríki og þar var það lýst yfir að innlimun Austurríkis 1938 væri lögbrot og væri ekki löggild með vísun í til dæmis bara þú veist þessa alþjóðasamninga sem bæði Austurríki og Þýskaland höfðu skrifað undir og svo náttúrulega bara hvernig Hitler villidýrið fór að því að gera það og svo framvegis og þessi þjóðarótkvæðagreiðsla hefði verið brandari og allt þetta og þar er lagður auðvitað svolítið grunnurinn fyrir því að þú veist að eftir stríð þá muni bara aftur verða til Austurríki sem bara það er endurreist bara 1938 og svo vitum við það Austurríki var náttúrulega líka skipt upp í smá tíma á milli vestuveldana sem að kannski ekki allir sem vita það var þarna nokkur tími hvort það var einhver ár það sem varst með Austurríki og Austurvín og Vesturvín og svona eins og Þýskaland og og þá kemur þessi hugmynd skilur með Austurríki var fyrsta fórnarlambið og þeir kom ekki nátt og svona og ég var alveg tilbúin til þess að svona, halda því fram að Austurríkismenn hefur sloppið vel frá þessu en ég held að það sé ekki alveg rétt ég held að Austurríkismenn hafa alveg horft svolítið í augu við þessa fortíð og tekið alveg þátt í einhverju leiti sko að borga einhverju svona stríðskaðabætur og annað sko þetta er svona skaðabætur til fórnarlambanna sesmanns og svona já en þú veist auðvitað alveg með dæmið svo með þennan Kurt þessi sem var í Sameinuðu þjóðunum hvað hét hann þessi Kurt Waldheim Kurt Waldheim sem var aðalritari Sameinuðu þjóðanna austurrískur stjórnmálamaður var reyna skandall í kringum hann því hann hafði vist verið eitthvað í einhverjum nasista einhver tengslu nasismann alveg rétt
Já, alltaf það sem alltaf líka bara svo flókið með þetta náttúrulega all flestir náttúrulega voru í tengslu við þetta einhver leyti. Já. En svo þetta sko, ég nefnilega hef stundum nefndi þetta, það er hérna tölur sem ég fann hérna á netinu, ég ætla ekki að selja hann eitt dýrinni kifti sko, þetta er vitnun hérna í stjórnmálafræðing sem heitir David Art sem er hérna við Tufts University, ég ætla ekki að þessu segi, þetta eru bara tölur sem ég las hérna á netinu af því að ég tók þetta eftir sko, þegar maður lesa sko, þú veist þessar útrýmingabúðir og svona, þetta er oft austuríkismenn sko, sem þú sérð í þessu. Já, það er bara, já, og þetta getur ég líka. Og þá fór ég að googla þetta sko, þá sé ég hérna þessar tölur hérna sem segja sko, það sem hann segir hérna sko austuríkismenn eða Ostmark voru 8% af þýska ríkinu en þeir voru 14% af meðlimum SS. Það er að segja að þeir voru overrepresenteraðir í SS með fólksfjölda og þeir eru 40% af þeim sem að tóku þátt í helförinni. Ætlaði að sé það vera að vísa í Totenkopf, SS Totenkopf. Já, getur verið að sé hvað þannig. Pældi í því maður. Og að þeir hafi verið sko 75% getur þetta verið af þeim sem stjórnuðu útrýmingabúðunum. Já. Þannig að þú veist, ef þessar tölur standa sem ég ætla nú, eins og sé, ég ætla ekki að selja neitt dýrar en ég keypti, sko, þá er það svolítið athyglisverð spurning, sko, af hverju voru austurískir nasistar svona framelega í ódæðisverkum nasismans í stríðinu. Einmitt. Og það er einmitt mikilvægt einmitt líka að aðtúa þá einmitt, sko, af hverju var svona gífurleg gyðinga andúð í Austuríki og þá mögulega líta hlutir svo það er ekki tilviljun að Adolf Hitler einmitt sprettur upp úr því umhverfi. Já, ég held að þetta hafi alveg verið nefnt sko að það er þessi og svo auðvitað líka það að náttúrulega austuríski nasistaflokkurinn var underground flokkur, var miklu meira brútal skilur og það voru þeir sem voru að fremja þessi hryðjuverk skilur og það voru þeir sem voru, þú veist, í felum, þú getur tekið svona samlíkingu við til mis þessa kommunistaflokka, ég meina alveg hlýtur að vera munur á rúmenska kommunistaflokknum og þú veist, sænska kommunistaflokknum skilur við. Já. Það sem að sænski kommunistaflokkurinn eða norski eða íslenski eru bara taka þátt í kosningum fyrir opnum tjöldum á meðan þú veist, rúmenski og búlgarski skilur flokkurinn eða rússneski skilur eru underground flokkar sem eru bara í ykkur svona taktík sko og bókstæla berjast fyrir lífi sínu. Já, og náttúrulega þessi nasistar frá Austuríki þeir voru þá kannski meira hardcore sko eða svona battle hardened. Já. Algjörlega. Þetta lítið það áhrif. Og svo náttúrulega þessi Kaltenbrunner hérna, Ernst hann komst svona frekar fljótt, reis mjög svona hratt upp metórastegan sko innan SS, hann var austurískur, hann var einn af þessum upprunalegu austurísku sem að og er til mig seldi sá háttsettasti meðlimur SS sem var tekin hann á lífi sko fangaður á lífi og hann var tekin á lífi í Nürnberg og þú veist, þú kannski þú veist, ef einn kemst inn þá kannski, þú veist, getur það þeir nota síðan tengslanetti sitt til að þú veist, ráða vini sína og svo framins, ég veit ekki sko það var aðtökulvægt að kanna hvort að sé eitthvað fótur í þessum tölum og þá af hverju það er svona. Algjörlega, það var mjög áhört að skoða það. Nákvæmlega. Já, ég sé að það sé komið gott af Ostmark. Já, komið gott af Ostmark. Við búin að taka þetta vel fyrir. Mér finnst þetta margt sem að kom fram hérna í þættinu sem við þurfum að skoða betur, finnst mér. Austuríki og Ungverjaland væri til að fræðast meirum og líka gaman að einmitt bara sem Hitler og nasisman, þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða þess betur líka sko. Já, algjörlega. Nákvæmlega. Þá segjum við það bara hér gott af Hlaðvarpssöguskoðun í dag. Við minnum hlustundur á að það er alltaf að hafa samband við okkur á Facebook eða söguskoðun@gmail.com. Við erum með nokkur málefni sem að hlustundur hafa sendt til okkar að taka fyrir sem við ætlum að taka fyrir einmitt hérna á næstunni
minnum einmitt aftur á YouTube síðu þáttarins sem að við ætlum að reyna þess að blása smá líf í. Það er flott. Segðu þetta gott í bili, gott fólk, verið sæl.